Fimmtudaginn og ég verði eiginlega að vera sammála og hjöppa að þetta lag verður eiginlega betra og betra því ofta sem maður hlustar á það, íslenski þjóðsöngurinn. Herðu, hvað okkur heyrist ekki í þér? Herðu, maður að banka aðeins í þetta, bara aldrei gæst aður. Þetta er góðinn? Þetta er góðinn. Já, afsakaðu þetta er fínt lag. Já, þetta er fínt. Og já, klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan fimmtudaginn. Það er bara sama og í gær, það er bara fínasta veður og logn og glampandi sól. Bara komið sumar. Það er að detta inn sumar, maður. Ja, það er bara komið. Fólk eru hérna í laugunum núna bara sólbæði. Getum við kallað 9 stiga hita sumar, Hjörvar? Ég veit ekki hvernig það var í svona kvöldapolli þínum en það var 13 stig fyrir utan heima á mér, sko. Já, ok, nær kannski 12 í bílnum eða eitthvað, sem er þetta bara mjög fínt svona í byrjun apríl. En sko, það eru 0 stig og snjór á Akureyri. Já, Samkvæmt. Við sendum baráttukveðju til Akureyrar. Hér er glampandi sól og -1 á morgun og það er bara apríl. Já, þetta gerist undir fyrir norðan. Ég er náttúrulega bjó lengi fyrir norðan og maður fær miklu verri, svona erfiðari vetur, harðari vetur. Já. Þannig að það er bara fylgið því að búa fyrir norðan. Ég held líka orð eins og vorhrét, ég held að það sé bara til á íslensku. Já, nákvæmlega. Það viðbjóður þekkist ekkit annar staðar. Nei, ég held við síðan að verður laus við það hérna fyrir sunnan. Já, ég menna þetta er svo ridiculous í þægilegi vetur hjá okkur. Já, þetta er eiginlega ekkit vetur. Nei, eins og fyrir mig okkur jeppamenn við hætt að kalla þig jeppamann, Hjörvar. Þetta er ekki, þú ert ekki jeppamann, þú ert okkur Nissan, bara þú veist, þú ert eiginlega bara svona upphækkuðum fólksbíl, sko. Eins og fyrir okkur jeppamenn, það voru óbúslega fá skipti sem við gáttum að fara út að leika okkur í hérna. Þú getur aldrei farað á þessari dollu þinn á Jökul til dæmis. Nei, ekki séns. Hvað? Þú veist, þetta er fínasti bíl, en þetta er engin jeppi. Jú, þetta er jeppi. Ef ég fer menn í þrif, þá borga ég jeppagjald. Ok, þú nærð því þá. Þannig að þetta er samt viðurkenndur jeppi og maður er í þessum 4x4 klúbbi. Hann er fjórhjóladrifin, hefur? Já, það er svo svið. Það er sjálfsögðu. Ég er með hann alltaf í fjórhjóladrifi. En það var eitt sem ég var að hugsa á þetta. Hvað er með hann? Sko, af því að við vorum daginn, við höfum okkar sammeila lag. Já. Sem er Like a Stuck in the Mirror. Já, með Justin. Sko, dönsuðum við þess að saman við fyrsta páskafriðinu. Já, hérna, sko, málið sem ég var að pæli. Finnst manni Justin Timberlake, er hann góður söngvari? Eða er maður bara múin að venjast röddinn í hún? Hann er fýtt söngvari. Já. Því ég var að velta þessu fyrir mig, sko, ef maður sjálfur væri búin að syngja eitthvað 50 lög, snýst þetta ekki svolítið að fólk venjast röddinn um þess? Já, ég sjálfsögum. Og það er líka, það er hellingar af lögum sem að yrðu aldrei vinsæl með einhverjum öðrum flytjandum, sko. Ég er að segja, þú veist, þannig að það getur vel verið að maður sé frábær söngvari ef maður fengi tæki. Nei, ég get nú alveg sagt það hér og nú að þú ert ekki frábær söngvari hér. Nei, en og það er ekkert með tækifæri að gera. Nei, fólk myndi ekki venjast. Það er að sama með þig og mig. Fólk myndi ekki venjast því. Ég er bara heyrt sumstaðar ég getur sungið. Ég reynda að syng best þegar ég er einn. Af því að það er ekkert stress. Og það stress að það eitthvað skemmir röddinn. Syngur best þú ert einn. Þú ert bara ekki nógu góð. Kóttu með eitthvað. Kóttu með eitthvað svona smá boyband eitthvað. It's like I'm stuck in a mirror. Oh. Now I need you back again. Þetta er bara vond. Allan átt. Þetta er bara skjálfilegt. En ekki, ég hef svo sem ekkert enn að hlægi, ég er ekkert betri söngvari en ég er allavega fann að viðurkenni sér lélugur. Men við erum með frábæran þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur, og það er nóg að vera. Það er bara vonandi að komast yfir þetta allt saman. Við erum að fá hér, góða gesti í stúdíóðu eftir. Þetta eru víst á að vera fyndnastur maður Noregs og fyndnastur maður, annarkvort Kanada eða Ástralíu. Ég verði að viðurkenna, ég man ekki hvað Ari Eldjárn sagði við mig. Jim Carrey hlýtur að vera fyndnastur maður Canada. Ok, en þetta eru 2 stand-up grínistar sem eru komin til landsins og verður með sýningu á föstudaginn. Er verið að gera grín í Noregi? Já. Við fáum, og við ætlum nú að vera með smá tvist hér á eftir þegar kemur að þessu, komum betur inn á það hér á eftir, þá verður þú okkar stand-up maður. En þeir eru hér á leiðinu og verða hérna eftir. Við ætlum að fara yfir Subway-skandalinn sem allir eru að tala um. Og Jón Gunnar Geirdal er ekki lengur rödd Subway, heldur Jóhannes Ásbjörnsson. Og þetta eru menn sem voru einu sinni vinir. Þetta er bara fáránlegt hvernig svona gerist. Og gaman að heyra hvað þeir segja, því að talast við Alla þeir talast við í dag? Nei, ég trúi því ekki, við heyrum í þeim báðum. Svo erum við með nýjan dagskalið sem heitir Heitt og Kalt. Og þar kemur einmitt Hjöddi frá High-Tech Fashion. Hashtag Fashion. Hashtag er sem sagt, þú ert náttúrulega gamall og úr sveitinni. Hashtag er svona merki sem getur búið til. Með Twitter og ég veit alveg hvað hashtag er. Vá, að því ég bara viss.
High-tech fashion, ég held að það væri kannski þú. Hashtag fashion, Hjöppin verður með það hér á eftir. Og svo náttúrulega flottulega keppnin á sínum stað, enginn segir líka í dag, þannig að við erum með, hellingatingur. Og hver veit við heyrum í Kim Jong-un sem að pæla í einhverju kjarnorkustríði við Bandaríkin? Já, þú ert harður á því að við heyrum kannski honum. Já, kannski að heyra þessi honum. Við sjáum til með það. En við ætlum að byrja hér á tónlistamanni sem í miklu upphaldi með þessa dagana. Hann heitir Frank Ocean og lagið heitir Thinking About You. Thinking About You, Hjörvar. Það bara þannig. Ég hugsa oft tíðin. Frábært. Þetta Frank Ocean með Thinking About You. Og þeir að hlusta á FM 95 Blö og það komið að slúðri hér hjá okkur strákunum. Já. Hvað ertu með Séð og heyrt? Nei, ég fekk nú bara Séð og heyrt ekkert sent í dag, þannig ég gæti ekki verið með Séð og heyrt fyrir þið, því miður. En ég með svona slúður að utan. Ok. Vistir ekkert á það? Jú, ég alltaf hrifnastur á íslensku. Já, ég endur alveg sammála því. Það skemmtilegra að vera með íslensk slúður. Veist þú eitthvað íslensk slúður, Sárur? Nei, ekkert sem að einhver hefur sagt mér. Mér fæ aldrei að heyra neitt. Nei, ok. Ég reyndar fæ líka voða lítið að heyra. Maður heyrir meira slúður en maður mikið, þú heyrir meira slúður að þú ert í sambandi. Aha. Já, mér finnst það. Ég var meira inn í þessu þá. Já, eða maður sé að vinna á hárgreiðstofu. Já, sem að ég mun sannlega aldrei gera. Og fer ekki þar inn heldur, því miður. Það ferði ekki, gerir þetta bara sjálfur? Nei, reyndar, hann rakar mér stundum að Raggi, snillingur. En það kallast ekkert að fara inn á hárgreiðstofu, ég hann í 1 mínútu, sko. Ekki nema þegar ég læt snirta mér axleirnar. Já, ok. Kallgreið, hættu þessu. Ég er komin yfir þetta. Það er komið að slúðri og við ætlum að byrja á Justin Bieber. Það eru 2 fréttir á honum. Fyrri fréttin er svo að hann fær apa sinn eftir mánuð. Hann reyndi að smygla apanu sinu sem er orðin besti vinnur hans til Þýskalands. En þeir funda hann í engaþotunni og fóru með hann í svona sótkví. Og nú er það komið á reynd að hann fær hann aftur eftir 1 mánuð. Og hann er alveg í rusli við hvað þetta tekur langan tíma. Því að þessi api við stónum besti vinna. Ég var að segja frá því hér í gær, Hjörbi, að Justin Bieber er að detta í nett Michael Jackson syndrom, sko. Nei. Michael Jackson var mikið hangandi með öpum og svona. Þannig að, en við vonum það besta. Já. En allavega, þetta eru gleðifréttir að hann fær allavega apan aftur. Nei, er þetta ekki ánægð með það? Svo er meira af Justin Bieber því að hann er að fara að halda tónleika núna í Noregi. Og það voru 5 í Noregi, já. Og það voru 5 skólar í Noregi sem að þurftu að færa lokaprófin hjá, 5 grunnskóla sem þurftu að færa lokaprófin út á tónleikunum. Því það voru svo margir krakkar sem er að fara á tónleikana að voru búin að versla miða og sumir hefðu ekki komist í skólana því að þau þurftu að keyra í 5 tíma til að sjá hann í Oslo. Já, ég skil það bara mjög vel. Þannig að Justin Bieber, hann hefur það mikil áhrif á samfélagið hann í Noregi að það hefur verið að færa lokapróf út á hann. Ég meina, ef þú byggir í Noregi og Justin Bieber myndi come in town. Já. Og þú verður að fara. Það er ekki eins og gerist eitthvað skemmtilegt þar oft, sko. Nei, ég meina, það gerist nú samt meira í Noregi en á Íslandi. Ég er að segja það, en það myndi að sjálfsögðu prófun líka vera færð á Íslandi. Já, það þurfum ekki að, það er ekki svona löng keisla ef henni í bænum. Jú, við tóum landi ekki. Og Sauðárkróki og Vopnafirði. Já, reyndar. Svo er það Kim Kardashian, smá slúður af henni, hún er ekki lengi verið í slúðurinu og það er ekki ástæðalausu, ég komi hundleið og segja frá henni. En hún er orðin 100 kíló og hún Kim Kardashian og hefur þyngst gríðarlega á meðgöngu sinni. En samkvæmt þessu slúðri að þá er vesen hjá henni og Kanye West þessa dagana. Og vilja vinir Kanye West meina að hann sé að missa áhuga, hann ekki bara á Kim Kardashian, heldur allir í fjölskyldinnar. Og eitthvað stressaður en að fara fljótt út í þetta allt. Frábært að átta sig á því, sko, meðan hann er ólétt. Já, þetta er skemmtilega fréttir. Nema vonandi er þetta bara eitthvað vinur hans að, þú veist, í einhverju rugli. Já, vonandi. Það er leðilegt. En, veist það, ég kom mér rosa svona leið á því að segja frá Kim Kardashian. Ég nenni ekki að lesa mér hana. Það er eitthvað fleiri fréttir en mér er drullu saman. Svo er það Jay Leno, hann er að hætta loksins. Það er staðfest að hann hætti núna í næsta vor, 2014 og Jimmy Fallon tekur við á honum. Jimmy Fallon hefur staðið sér vel í þættinum Late Night sem er strax á eftir. Það er svona Siggi Hlöðvalli sport þegar bandarækjumann eða ekki? Hver? Jimmy Fallon. Nú, hvernig þá? Hann ekki ekki með eitthvað þátt sem Man Show. Nei, það var ekki Jimmy Fallon. Nei, það var Jimmy Kimmel. Það var Jimmy Kimmel, já. Já, hann var með Man Show ásamt það er svona Siggi Hlöðvalli sport. Já, ég vil sakna í hausverk helgar, maður. Já, hvað er satt heima bara með hausverk í helgar, þeir tveir þarna fengu SMS. Já, svo er kannski konum eitthvað snilling á sveitaball.
hendi inn á Jöllu, það var alltaf að gerast þannig. Það voru alvöru þættir. Já, það voru rosalegir. En já, hann allavega að taka við og talandi Jimmy Kimmel og þá var hann fyrstu til að óska Jimmy Fallon til hamingju. Hvaða gæjar væru með Hausverkum helgar í dag ef að Hausverkum helgar eru gerðir aftur? Það var Öddi Blöndal og hver væri með Öddi Blöndal í Hausverkum helgar? Akkur væri ég með það? Þú ert svona ekta. Þá væri þú þar. Nei. Víst, þetta svona að þú elskar partying og... Já, ég veit það. Og senda SMS og... Nei, ég held að ég var ekki með Hausverkum helgar. En... Jú, þú, og hver ætli þið með þér? Æ, hættur. Jimmy Kimmel allavega óskaði Jimmy Fallon innan til hamingju, en það eru Jimmy Kimmel og Jay Leno ekki miklir vinnir. Öddi og Ólíkir með Hausverkum helgar. Já, það væri grjótara þáttur. Það myndi henda perranum Hjörvari Hafliðarssyni langt best að vera með þann þátt. Að vera með Hausverkum helgar? Já, þetta eins og þú sagðir, þú elskar þessa þætti, þannig þú ætti nú bara að taka við hann. Grjótarið þætti sko. Já, ég reynda að sá það ekki oft. Ekki? Nei. Voru þeir ekki þannig í sveitinni? Nei, þeir voru þeir ekki alltaf á síni eða eitthvað. Ég var ekki með síni. Skjá einum til að byrja með. Já, þá var Skjá einn ekki að Sauðárkróki. Ég sá það aldrei. Svo kom þetta í bæði, þetta voru algjöru snilldar þættir sko. Maður beið eftir föstudöfum því að Hausverkur helgar. Maður þarf eiginlega bara að fara að sjá gamla þætti af þessu. En þú ert ekki með neitt slúður, Hjöpi? Ég fekk ekki síðu að heyrt. Nei, ok, þá bara slúðurpakkin búinn. Í miður. Já, hér rétt handað á hornið stóri Subway skandallinn, ekki missa því, en við ætlum fyrst að fara hér í örstuðskilabá. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Vorútsala hafin í Smáralind. Rýmum fyrir nýjum vor- og sumarvörum. Komdu og gerðu góð kaup. Sjáumst, Smáralind. Boli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Já, meiri segja Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjá. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Ekki gleyma Eurojackpot á föstudaginn. Potturinn stefnir í 6,1 milljarð. Eurojackpot, föstudagur til fjár. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Ha! Málsættir eru bara fyrir linsoðin páskaegg. Nissa páskaegg. Litrík á bragðið. FM. It's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Þetta í 20 mínútur yfir 4 og sem er þá besta veður landsins það sem hafa ári í úti. Jæja. Hvað segir Öddi? Sturlaða staðarindir? Öddin er góður. Já, það er komið að sturluðum staðarindum. Oftast eru þær svona í kringum, hálf. Þar sem við erum að fara að fá góða gestinga í stúdíó við Hjörvar og mikið framöndan. Þá ætlum ég að hafa þær bara núna. Það minnst mjög orða. Nei, það ekki. Kickstarta bara sturluðum klukkan 22 mínútur yfir 4. Já. Gjóst en það gerist. Þannig að spennið beltin, kæru hlustendur og komið ykkur vel fyrir. Hjörvar, þú ert tilbúinn? Ég er tilbúinn, já. Glæsilegt. Þá ætlum ég að byrja. Fyrsta sturlaða staðarind dagsins. Eftir að húsfluga borðar eitthvað, þá skýtur hún því og borðar það svo aftur. Já. Þetta er svona blanda af sturlari staðarind og eiginlega bara viðbjóð. Já. Ógeðslegt. Þetta er, ég veist ekki að húsflugu var svona ógeðslega. Nei, þetta er náttúrulega, það er kunna, þetta telst ekkert ógeðslegt hjá þeim. Nei. Þetta er bara, kunna ekkert annað grein. En það væri verið að við varum með þessu líka. Já. Æ, ég get ekki eins og hugsað út í það. Viðbjóður eru það maður. Húsflugurnar, já, þær eru þessum. Svo er það næsta. Þegar að McDonalds opnaði Kúveit, að þá var röðin 11 kílómetrar. Það er auðvitað mannréttindi að hafa McDonalds út í allan heim.
Þú veist, oft maður að reyna að selja... Ég veist Metro mjög fínt. Mjög gott. Og maður ofta að reyna að selja útlendingu að, hey, it's basically the same as McDonald's. Come over here. But it isn't the same. Þeir bara eitthvað, na. Ég myndi að vera við tveir. Við erum saman í Bratislava. Ég og þú? Já. Við myndum sjá Hvað værum við að gera þar? Við værum bara party. Ok. Er ég leðujakka og... Þú verður leðujakka, ekki með háriðan eitt, bara sköldóttur. Mæntanlega. Það er bara eitthvað röldarnum sköldóttur. Er þetta ekki eitthvað nýlegt eða? Jó. Og við myndum hugsa um okkur, fáum okkur eitthvað fljótt að geta. Við sjáum stórt M út í enda. Já. We would follow the big M, right? Það sjálfsögðu, myndum bara fá okkur makk. Ef við ætlum að vera með svona mikið útlendingum og svona hérna, þá verðum við að geta búin upp á McDonald's. Já, þú ert ósáttur með það að við séum ekki með makk. Já, veistu hver opnaði McDonald's á Íslandi? Davíð Oddsson. Já, alveg rétt, þú segir það. Þetta er svona, ég er reiður ef þið klikka á sig í trivjar. Já, verðið að reynda að auðvelt ekki að þau með reiðan, þannig að það kemur ekki óvart að verði reiður. Já, ég er reiður út í sjálfa með að klikka á þessu. En hvernig makkmaður ert þú? Það er svo mikið sem hvað fólk fæ sér að makk. Segjum og sétt núna með mér í Bratislava, hvað hendur þér í? 3 cheeseburgers, medium fries and a large Coke. Ok, 3 cheeserar og medium franskar. Ég er svona 1 Big Mac og 6 nuggets, þá er ég ferskur. Já, reyndar ég verða að taka 1 cheesara líka. Mér langar í makka að tala um þetta. Can I have barbecue sauce with the nuggets? Já. En hættum að ræða makkir og songur, við fáum hér næstu. Kengurur geta ekki labbað. Sturlu starinn. Já, maður hoppa bara. Ef þú hefði fengið þessa á grænum í Trivial, 50-50, kaka í bóði, hefur þú sagt að það getur labba? Nei, ég hef aldrei séð að labba, þannig að ég hef sagt nei. Já, þú hefði sagt nei. Ég hef bara séð að doing. Já, það er hoppa bara. Þess vegna hefur þú bara séð að hoppa. Oi, kangaroo. Já. Svo er það hér næsta. Með komu allra samskiptamiðla, að þá hefur komið ný veiki eða ný fík sem er kölluð FOMO. F-O-M-O eða Fear of Missing Out. Eða ótti við að missa af einhverju. Og þetta er orðið gríðal algengt meðal úlinga og fólks því að fólki finnst eins og að sé að missa einhverju eða það er ekki inn á Facebook eða Twitter eitthvað og bara líður illa. Ég hef alltaf sagt að tæknin, hún mun komið í bækja á okkur. Já, þú ert reyndar, þú ert svona, þér líður illa ef þú ert ekki mun að fara lengina á Twitter, þú ert svona upplýsingafíkill. Já, með varandi fréttir, en mér þú getur alveg tekið með Facebook í 200 daga. 200 daga? Já, mér er skýtsaman það. Það er ekkert annað. Já. En ég verð að sjá fréttir. Já, þér er alveg saman að þú myndir missa nokkur statusum frá kjellinum og eitthvað. Já, þannig laga sko, en svo myndi ég bara taka á 200 daga setna og ég þetta á allir með einu. Svo er það hér. Matur, þetta fannst mér virkilega skemmtilegt og það er svolítið til í þessu. Ég fór actually svona að hugsa þetta. Matur bragðast betur ef þú borðar með fólki sem þið finnst skemmtilegt. Já, það er bara vel trúið því. Já, þetta er, ef til dæmis við fyrir að fá okkur að borða þá, finnst mér matur mjög góður. Já, sammála því og þetta saman þig. Já, en svo ef maður er, kringum fólk sem maður kannski þekkir ekkert, þá er það ekki að gott. Nei, og líka sko finnst mér að skipta svolítið máli sko, ég er að venja með að drekka vatn með mat. Já, ég er búinn að reyna það oft, ég geta það líka bara. Þetta er uppeldið á mér sem er skellur. Já, ég drekka alltaf eina rauð og kók með öllum mat. Já. Hef alltaf tíð gert. Mér finnst býsna erfitt að venja með þeim frábæra síð. Það er samt rosalega margir sem drekka bara vatn með mat. Já. Ég er Pepsi Max geðsjúklingur sko. Já. Herru, svo kemur hér næsta. Já, þetta er viðbjóður líka, bara svona eins og með húsflugurnar. Mömmu sportdrekar geta afkvæmi sín eða eru svangar. Já, þetta er viðbjóður. Þegar ég held að sportdrekar gæti ekki lækka mér í álitið á mér, hendar ég eitthvað svona viðbjóð. Já. Það verður verið að þetta verður líka svona í okkur fólkinu. Já, það verður nú eitthvað. Það var ekki gott. Hvað er grækinn? Ég var degjur hungri. Já, ok. Meta þetta hérna, já, ég setti þetta með það því þetta á við mig hjórar. Ok. Metathesiofóbía er hræðsla við breytingar. Já. Ég er svolítið hræddur við breytingar. Já. Ég held að það er að koma nýtt digital eða svona smart símar eða hvað sem þetta smartphones og allt svona, ég hræðist þetta. Já, ég skil alveg það, þú náttúrulega varst í þannig uppeldi af mikið rót og mikið af breytingum og þú hrættur við þér í dag, þú er búin að upplega svo marga breytingar. Heldur að sé það? Já. Ef þú dettur í sálfræðingin. Þess vegna ertu hrættur við sko nýjar áskoranir. Ég elska nýjar áskoranir og breytingar. Þú elskar að fara út fyrir þægindarhingin. Já, af því ég veit að ef allt breytist, þá get ég orðið fyrstur og góður í. Já. Ég er akkurat auðvögt. Býtu, viltu meina þetta að segja að því að ég var að
flytja mikið sem krakki. Já, þú veist, móðar, as kid, alltaf eignast nýja vini, fara á nýja staði, þurfa að aðlast nýja. Ég átti samt mjög auðvelt með eignast nýja vini. Já, ég veit að, en þú veist, þá finnur þú varst komið með svona social skills, svona félags, greinilega með svona mikið félagsþorska. Já. En þú óttast alltaf þessar breytingar sem að þetta hafði alltaf í för með sér. Ég skil þið. Og þetta er svona einhver hræðsla inn í þér. Takk fyrir þetta, já. Og þú ert að bara vinna í þessu. Ok. Og let go of the fear. Já, ok, ég skal gera það. Svo kemur hér, meðal manneskja, þetta fannst mér svolítið skrítið. Ég reyndar emmi kæk, þannig að þetta á pottet við mig, en ég er ekki viss að þetta sé svona hjá öllum. Meðal manneskja snertir andlitið á sér 4000 sinnum á dag. 4.000 sinnum. Snert á sér andlit? Já, þá náttúrulega bara að tala svo fór ég að lesa betur það, en svo bara grípur hans einn í nefið. Það er mikið í nefinu þar? Rosalega mikið í nefinu? Nei, ég er með þennan kegg. Sérðu hérna? Já. Ég fer svona yfir. Og sem að fer ég yfir nefið og yfir munnin, já. En ég er að tala með einhver til þess að búri nefið á sér, þá telst það að snerta á sér andlitið. En heldur að þú snertir andlitið á 4.000 sinnum? Ekki séns. Nei, ég er svolítið efins. Þessi sturlaða staðreynd er full of shit. Ég er ekki oft sem ég segi það, en ég er svolítið hræddur við þessa. Þetta geti verið kjaftaði. Já, samt, kannski bara finnur ekki fyrir hér. Ég er núna búin að sitja hérna beint á móti þér meðan þú ert búin að tala sturlaða staðreynd og ég ekki snerta með andliti. Aldrei? Nei. Du veist? Já. Er það að drekka, er það að snerta á sér andliti? Nei, ég er ekki að tala með puttunum. Jú. Það eru 2 eftir. Pappi Osama Bin Laden gifti sig 22 sinnum og eignaðist 54 börn. Player. Algjör player, maður. Svílíkur að glimma. Svílíkur player, maður. Veistu með hvaða liði Osama Bin Laden hélt í fótbolta? Arsenal. Já, harður Arsenal-stunum. Og, já, gifti sig 22, hvað, giftist hann bara öllum konum sem hann kendist það? Spája, gifta sig 22? Já. Mátt hann þá kannski eiga fleiri en eina í hver skipti, eða? Ég þekki það ekki, ég minna, það er nú bara rosalegt ekki að 22 kærustur í gegnum bara alla æfi. Það er vel gert, en... Hvað hefur þú átt marga kærustur? Alvöru? Já. Eitthvað... Þú veist, það er talað meira en 3 mánuðir? Já, þá er það... 3 ár, svona meir en svona ár. Já, það er sama og ég. Við með 3 ár líka. Svo er það síðasta og mér finnst hún áhugaverð Neil Patrick Harris. Veistu hvað það er? Patrick Harris? Neil Patrick Harris. Er þetta einhver Star Trek-a, eða? Nei, þetta er gaurinn sem leikur Barney Stinson í How I Met Your Mother. Já. Hann þénar $210,000 fyrir hvert þátt af How I Met Your Mother, sem eru 27 milljónir, en allir hinnir sem að leika hann á mótunum, þetta er hann að 6 manna gengi eða ekki, 5 manna gengi, þau þéna $120,000 eða 15 milljónir. Er þetta finnið þættir það? Þeir voru virkilega skemmtilega. Fyrstu 5 seríurnar fannst mér frábærar og einmitt Barney Stinson. 5 seríurnar, horfður á allt eða? Ég er algjör þátt að. Já, það er vel gert. Já, hann var stórkastlegur, hann myndi með að mörguleiti á einn félag okkar, Egil, og hann vildi alltaf súra upp og þetta var mjög fyndið og gaman. Egil vildi ekki súra upp, sko. En svo í dag, þá er þetta orðið svo ofleikið að mér finnst þetta bara ekki skemmtilegt. En mér finnst þetta nú ekki svo mikið, voru ekki hérna fyrir mörgum ára síðan, voru það ekki Friends-lið alltaf fá 1 milljón? Jó, en það var Friends aðeins vinsins alltaf heldur en How I Met Your Mother, sko. Okay, en það er alltaf að fá 27 milljónir á hvern þátt. Já, það er fínt, maður myndi að búið að semja. Sturla staðnendir búnar, Hjörvar, hvað stóð upp úr? Það var hann með sportreikana að mæður éti afkvæmi sín. Já, við bjóðum líka húsflugan. Hún borðar eitthvað skítið í og svo étur hún það aftur. Já. Þetta var hressandi. Það eru konið góði gestir til okkar. Það eru stand-up grínistar og Hjöppi, af því að núna er sko Ari Eldjárn, hann er að dingla hérna fyrir utan með þá. Nú dettu við þann gýr, við spilum lagið, förum í auglýsingar. Þegar þeir setjast hérna, þá ert þú okkar stand-up-gaur. Talar ennsku, ég segi að þú sett stand-up-gaur frá Íslandi. Ég sé vinsæll eða... Þú sett mjög vinsæll og byrjað þú að tala bara hvert þitt efni er og svona. Nú fokkum við hans í þessum gaurum. Og við ætlum að opna hérna fyrir og þannig ekki missa þessu. En fáum fyrst Hjöppi. Lóan er komin og potturinn í Eurojackpot stefnir í 6,1 miljard. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Tuborg og Smirnoffkina, Tiny Tempa, Far East Movement, DMX, Outlandish, Rudimental ásamt 100 öðrum erlendum og íslenskum atriðum á Keflavík Music Festival 2013. Tryggðu þér miða á miði.is eða á N1 allt land. KeflavíkMusicFestival.is. Gaukurinn kynnir Foo Fighters heiðurstónleika annað kvöld. Helstu smellir sveitarinnar verða teknir ásamt því að gestahljómsveitir hiti upp. Tilboð á barnum og Bacardi ókart stemming.
Allar nánar upplýsingar á miði.is. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarf lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Það býða þín gríðarlega mikilvæg skilaboð í næsta Nissa-eggi. Nissa páskaegg. Litrík á bragðið. Þið að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og eins og við komum inn á þann að þá eru mættir góðir gestir hér í stúdíu til okkar. Þetta eru þrír stand-up grínastar. Ég er nú svo vanur að sjá Ara að ég er ekki af spenntur yfir honum. Þetta eru Ari Eldjárn Craig frá Canada. Hello. Hello. And Jonas from Norway. Hi Sam. Welcome. So actually we have 4 stand-up comedians now in the studio because Hjörvar Haflidason, my friend here, he's a stand-up comedian as well. Awesome. Yeah, all right. So welcome, guys. Thank you. Thanks. You have to come closer to the mic. Yeah, I'm on it. I'm eating it now. Okay. All over it. So how long have you guys been here in Iceland? 2 days. 2 days? Feels like a week. Yeah. Yeah, okay. Have you been partying or? Yeah, everything. We do, Everything's just, a party. We don't sleep. We just do shit all the time. Okay, nice. That's a very good way to have a vacation, actually. Yeah, I see you're holding your coffee, so that helps. That's sort a of party the only thing well, we eat. right there. Coffee party. Having one of them. Yeah. How's that? Swallow party. Feels strange to drink something without alcohol, but Yeah. I mean, in this studio, you can drink what you want. Okay. Cool. Yeah. Wish we knew that before. You can light up. Oh, I'm kidding. You can't do that. But Clear one, boys. So you guys, you're having a show here in Iceland on Friday, right? In Reykjavik. Yeah, in Ari's club. Yeah, in Ari's club. Ari, what's the name of your club? Well, the club. I don't own the club. You told us you owned it. Has he been lying to you? Yes. He told me he built it and owned it. Yeah. And also that he's like the most popular guy in the whole of Iceland. He didn't lie there. We're now shareholders, apparently. Oh, okay. This is horrible news. Þjóðleikhúskjallarinn. Þetta er þjóðleikhúskjallarinn. Það ég eigin og þeir vilja að ég eigin. Imagine. Það finnst lélegt. Ég held að þeir haldið og eigir hann bara því hvernig þú klæðið og greiðið er, Ari. Og það er svona úfið hár og ég þessmanskiltu. Hann lítur að eiga þetta bara. Imagine arriving in Iceland and becoming a victim of fraud. Did you know his grandfather used to be the president of We're staying in the guy's cabin. We can't believe it. His father was the Icelandic It's all he Obama. talks about. It's ridiculous. Okay. Yeah, these all seem like tall tales, but they all keep coming true. Yeah. So guys, what's your comedy about? What do you talk about? Great. Go ahead, Jonas. Oh, for myself, stories. I tell stories about coming to places like Iceland. True stories. Yeah, but I'll be talking about the Icelandic people I know that no longer live here, the ones that I've met around the world. So Okay. that's what that'll be a little bit about. Okay. You got a bit of a reputation, if you didn't know. Yeah, all right. Globally. Yeah, not many of you, and is you it stick out. is our reputation of having loose women or what is it? No, confident and funny. Confident and funny. Large, confident and funny. Okay, Drinky, smoky, and party. Yeah. That's the opposite of mine. Okay. Insecure and boring. In Norway. Yeah, I talk about because I don't know. I talk about things that interest me. So rape, stuff like that. Okay. So can you make fun of anything in Norway? Is it all right? If the joke is good enough, you can basically make fun of anything, of course. Can you make fun of any tragedy, whatever it is? Yeah. We did actually jokes about 22nd of July. Okay. Only a couple months after. Before the bodies were cold. Yeah. Yep. Yeah. See that kind of thing. You know, if the joke is good enough, you can actually touch any subject. But it has. So you're a Norwegian comedy. It doesn't make sense, does it? No, it doesn't make sense. No. Are Norwegians funny? Yeah, I think so. It's actually quite a lot of comedians now that are quite good. Okay. Yeah, and doing stand-up in. But you're the in funniest man in Norway, right? No, not by far. I know one funny Norwegian. His name is Axel. Yeah, he had a show. Do you know him? Alex? Yeah, Alex. Yeah, he's just like a crazy character. He's like Craig. Yeah. I met him. Named after an Axel? Yeah, he had some kind of show similar to what we had here med strákana. Yeah, right. He was very funny. Yeah, he is. Craig, you're from Canada. Yeah.
plenty of funny people from Canada. Jim Carrey. A few of them, yeah. A lot of them sneak down to the Mike States, Myers, though, and then don't ever admit it again. Yeah. That's generally how that works. Yeah. All right, yeah. So what do you talk about again? Give us a little bit. Well, a little bit of my act. I generally tell true stories about people I've met. The guy that I actually know, he'll feel horrible that I mention it. He won't allow me to know the correct spelling of his last name, my Icelandic friend, because he says it's a small country and people will know exactly who he is. Okay. But his first name's Gunlogger, which surprises me to know that it has nothing to do with guns or lager. Out of the gate, that's a bit of an odd one for a Canadian. All right, it's just a name, is it? Fair enough. Last name Arndelson, which he tells me I'm not saying correctly if I don't scream. So I don't know if that's an attempt at self-promotion. But that's my Icelandic buddy. And when I met him, we were at a motorcycle skills course in the Brecon Beacons in Wales. And on the last night, we were having a banquet dinner, and he jumped up on the table and pulled his shirt up to reveal a massive scar from his underarm down to his hip bone, to the point of it being somewhat over the top when people were eating. And I said, Gunlogger, can you please get off the table and tell us the story you're clearly dying to let us know about? Yeah. And I expected, when you see somebody with that vicious a scar, you think it's going to be a pretty vicious story. Maybe an encounter with a bear or jumping off a boat and grabbing an anchor on the way by. Something gross like that. This is absolutely true. A 16-year-old, I think at the time, Gunlogger Arndelson was watching Mr. Bean. And he began laughing so uncontrollably that he punctured his own lung. Okay. So you've got an Icelandic boy sitting at home alone, loving Mr. Bean, loving Mr. Bean to the point that he lost control of his laughter and did damage to himself. If you watch Mr. Bean, it was the episode where Mr. Bean was on the roof of his car driving with rope. So be careful the next time you're watching that. It could be that he has something called Marfan syndrome, which is basically very tall, thin men. And they die very young of a heart attack and aneurysms, actually. And also is prone to have a lot of pneumothorax. Fits? Okay. Puncturing the lung, yeah. Oh, right. Weak lung tissue. Do you guys, what I always think is very funny, and Hjörvar Haflidason, one of my favorite comedians here sitting opposite to me, he talks a lot about, men and women are so different. Well, they are. They are so different, aren't they? What men do and what women do, it's so different. If some of them get out of a cold shower and the other ones are swollen, then they can often look the same. Yeah. That's a good point. Yeah. Sure. I have some humor on that, but I will make an example of it being a very standard way of doing stand-up. Are you saying that Hjörvar just pretty standard? Oh my goodness! Are you saying it's a very common theme. It's a very common subject. So are you saying that my stuff is unoriginal? I haven't heard it yet. Give him something from your stand-up. What is about women and Visa cards? Why do they love them so much? That's great stuff. I'm not sure what that is. What's a Visa card? Visa card. Oh, Visa card. Right. Why do they love them so much? That was a good one, Hjörvar. Yeah, that's great. That's a good punchline. I suppose they might like them because they take them here in Iceland. If they had an American Express card, they'd be as upset as I am at every purchase. Yeah, we don't have an American Express card. No, we don't. Yeah, we do. We do, yeah. Okay. Don't see them often, though. En Ari, eitthvað sem þú vilt segja okkur hér í lokin? Þeir halda Hjörvar síðan sem uppistandur í alvörunni. Vel gert. Þú voru að koma með mækinn aðeins. Það heyrist ekki tíma. Nei, hann ertu. Eat that thing. Já, nei, ég bara... Get on it. Þessi menn þeir eru ríkala fyndir. Já. Þú minnist á Jim Carrey því að Craig hérna, hann hefur skemmt með Jim Carrey. Ég hef aldrei hitt mann á þessum við gert það. Það er ekki randist. Nei, en hvað hérna... Já, en þetta er á föstudaginn. Þetta er á föstudaginn í Þjóðleikhúskjallaranum klukkan 7:30. 7:30? Svo verðum við í Hofi á Akureyri á laugardaginn klukkan 7. Ok, og bara miði.is og... Já, bara allir pakkin. Glæsilegt, og ég hvet alla til að verða sér út miða. Allavega, ég kíkja á föstudaginn kemur, guys. Really nice having you. Thanks. Looking forward to see you on Friday. Awesome. I'm gonna come to Thanks the for show. having us. Cheers. Just take care and have fun in Iceland. Cheers. Þetta fyrir Hjörvar, það er Flow Rider, let it roll.
Það er mikil stemming hér hjá okkur, strákanir að labba hér út úr stúdíónu. Hlakka til að sjá það á föstudaginn, en við ætlum einmitt að gefa mið á þetta hér síðar í þættunum. Það er ekki alveg strax. Þetta verða held ég mjög fyndin gæja, sko. Ég, svona núna, að vera að spjalla við og hérna, menn eru oft svona meira loose off air, eins og ég segja. Þetta virkar nú bara sem nokkuð fyndin ángar. Já, ég held að ég get nú alveg læst þetta á föstudaginn. Já, ekki spurning, hvetjum alla til að tekka á þessu. Það styttist í að við Hjörvar förum yfir stóra Subway skandalinn og svo er líka heitt og kalt hér með, hvað kallar hann sig, Hjötta? Já, frá Hashtag Fashion. Já, frá Hashtag Fashion, það er hér eftir öskamastund líka, en ég ætlaði svona að taka núna í vikunni, Hjörvar. Þú veist að ég er svona stundum að spyrja ykkur eins og eina vikuna, þá var ég með spurningur á okkur alla, ef þið mætti velja ykkur að 3 til að fara út á jammið með, hverja það myndi velja, og ég kom með nýja þannig spurningu. Ok. Og ég ætla að byrja á þér. Því að einn svona mínum uppáhalds sturluðu staðröndum var með að það er fólk, það var eitthvað prósenti, ég man ekki hvað svo háum var, sem hefur alist upp með dýrum og bara náða að aðlaga sig að þeim aðstæðum. Tassan, var hann ekki alveg upp með einhverjum dýrum? Já, það er nú svona saga, það er ekki beint sönnsaga held ég. Ok. Þannig ég fór svona að hugsa, mér finnst þetta áhugavert og hvaða ef að þú ættir að velja þér? Hjá hvaða dýrum hefur þú vilja alast upp? Segjum að þú er týnst sem krakki, bara 2 ára, tiny little baby að skríða kóbóin, ekkert endilega kóbóin, það mætti vera hvaða dýr sem er og einhver dýr hefur tekið þig að sér. Hvað hefur þú viljað hafa? Ég hefði viljað að vera nú abar. Er það málið? Já. Alast upp með upp? Mér finnst það rosalega óspennandi eitthvað. Já, en þeir eru samt náttúrulega miklu húmoristar. Þeir eru náttúrulega húmoristar. Þú vilt hafa húmor í þinni familju. Ég meina, þeir eru að sé apa í jakkafötum með sólgleru. Það er endur ógæðslega, fyndi. Ég er að segja það. Já. Þannig að líklega var ég til í að, eitthvað svona skemmtilegra apar. Þeir eru líka oft að sleikja á sér rassinn og svona eitthvað fyndið. Já. Hefur ekki séð það? Jú, en mér finnst það ekkert geðað fyndið svo sem. Það er tóltið fyndið, sko. En þá værið þú í því líka, þá myndir þú náttúrulega haga eins og slíkur. Eins og abi, ég veit það. Já. Og maður náttúrulega, þú veist. Það var erfitt til dæmis að hafa með mér hérna í FM 95 Blöð. Ég kynni ekkert að tala. Nei. Er þetta að kenna öpum að tala? Nei, líklega ég myndi líklega vilja hafa alist upp með öpum. Já. Þú er búin að pæla í þessu, það? Já, ég sagði nú hérna daginn, ég væri til að hafa alist upp með tígristínum eða ljónum. Hversu svalt er það? Já, samt, þú veist. Það bara erfitt, hérna félagið minn. Já, sko, en þá, ég er náttúrulega svo vitlaust. Ég sá fyrir mér að ég gæti talað og væri eins og ég er í dag. Já. Af því að það væri eitthvað svo gaman að geta farið aftur til Afríku. Segjum bara, veist, þú kemur með mig til Afríku, svo kemur bara einhver ljónahjörð og ég færi bara eitthvað að leika við og gefa þeim high five og þú bara, hvað er þetta? Þetta er bara félagið minn, þetta er bara fóstupappi minn hérna og ég slagið á, þetta er Hjörvar vinur minn. Það er bara, ég sá þetta einhvern veginn hönnu fyrir mér. Já, það var náttúrulega líka gaman að alast upp með mörgæsum af því að þá myndum maður vera með fyndi göngulag. Já, líka myndi þóla kuldar og slag. Já, maður væri þá varum við bara, hvað, er eitthvað kalt í alveg? Og líka, maður væri laus við allar staðalímyndir af því að þó maður væri með fullt af hliðarspiki og stóra bumbu. Nei, bræðilegt. Þá væri maður bara svona einn af the gang. Já. Heldur að sé eitthvað hjá mörgæsum? Heldur að sé eitthvað svona leiðindi eins og heldur að þær stríði hver annari og kalli voðalegt honum feit eða eitthvað svona? Ég veit ekki, alltaf sé einhver dýr í því. Ég stundu sé það eins og hesta, maður voðalega sjaldan sem maður sé feitan hest. Já. Það er svo mikið á ferðinni. Já. En ég hef stundu séð svona pínu tjöppi hest. Já, þetta er alveg. Ég geti trúið kannski að meðal hesta væri svona stælar. Já, einn hesturinn að segja bara fara að koma þér í form að það. Já, fara nú að koma þér í stand. Já. Þú veist ekki fara með eitthvað lið svona feitur og eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, góða punktur. Þú veist, ég get ekki séð svín fyrir mig að vera með eitthvað svona stæla. Nei, en ég hafa líka sturlu staðrind í gær hjá okkur Pétri að við, maðurinn, eru eina, það eru hjá 1500 svona dýrum og tegundum, bara þá er ég að tala veist, bara species. Já. Þá er homma, samkynnið, hjá bara við, veist, er bara almenn. Já. En það er bara hjá mannfólkinu það sem er homofóbía. Það er ef að gírafi er samkynnur, þá er ekki einhver annar gírafi að láta hann heyra það, Hvernig, þú veist, eitt sem með gott og vel með þess að sturlu staðrindina, hvernig veit einhver það að sé ekki? Það er fólk að rannsaka þetta. Alveg eins og þú veist hellingu fótbolta. Já. Það er þetta að rannsaka allt. En fólk veit ekki hvað 2 gírafar er að hvísla á milli sín. Þeir geta alveg verið að baktala einhvern annan samkynnið en gírafa. Heldur það? Já, áhver ekki. Og ef að kemur síðan einhver gæi með eitthvað svarblátt og segja baktalur samkynna.
Nei, auðvitað svarar nei. Ég held að sé ekkert að spyrja einhvern gíraffa. Nei. Ert þú að baktala að samkynnaða gíraffa? Það er svona skil ekki alveg hvernig þú færð einhverja svona niðurstöður. Ég veit ekki, bara styrlu staðarind. Þú stundum að hugsa sko hvaðan kemur, þú veist, þessi styrlaða staðarind. Akkur að þessu hérar? Sorry, tekið tilbaka. Takk. En já, það er enda mjög fallegt að það sé hvergi hérna sko borgarstjórinn og sagði sko fólk með homofóbíu væri hvað? Bara, það væri ekki homofóbía, það væri bara ruglað eða veikt. Já, það væri veikt, þannig að ég held að það sé svona kannski mikið til í því. Þú maður fara hér í örstuð skilabót og svo er það heitt og kalt með Hjödda úr #fashion. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Borga af láninu ef þeir dæma hana Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Háskólagáttin er splunkunýtt aðfaranám við Háskólann á Bifröst sem heitir aðgangað háskólanámi. Engin skólagjöld. Háskólagátt.bifröst.is. Hvernig er það með að risabott endalaust pláss í honum? Upp með lenglífarnar og tippum. Það eru 200 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 réttaðum helgina, 1x2 við tippum. Boli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallarunum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. FM 95 Blö á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Ertu með málsátta óþol? Þá er Nissa-egg eitthvað fyrir þig. Nissa páskaegg. Litrík á bragðið en engin málsátt. Vitleysingur, segir hún. En það vill svo skemmtilega til að það er komið hér að nýju lið sem verður alla 50. Þá fæ ég til mín eitt snilling sem heitir Hjöddi og við förum yfir hvað er heitt og hvað er kalt og við skulum bara fá smá trailer. Ert þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað er kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, ég meina, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þessu? Er einhver sem getur sagt við hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjöddi hérna frá #fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 hvað sé heitt og hvað er kalt, hvað er inn og what's out. Endilega hlusti. Endilega hlustiði og hann er einmitt mættur hér, hann Hjöddi frá #fashion, verður velkominn. Hæ. Hvernig hefur það? Bara ógeðslega gott, en þú? Ég er góður, þú ert nú svona típa Hjöddi, þú ert alltaf hressið ekki? Jú, maður reyna það. Það er þetta, en ég ætla nú bara að byrja að segja, ríkala flóttu bólusvöndi. Já, ég fann hann hérna, sem sagt, systir ætlaði bara að henda þessum ból, hann ég ákvað að ferja hann. Ætlaði hann að henda honum? Já. Hann er rosalega flottur, já, þetta er svona eitthvað vintage eða ekki? Já. Þú vinnur svolítið, eða ekki svolítið þinn stíl, vintage? Jú, nákvæmlega. Já. Og hérna, algjörlega. En það er rosalega margir að úti sem er ekki með sama áhuga, sama passion og bara sama vit og þú Hjöddi á tísku, eða ef við megum sletta þess, fashion. Þetta er náttúrulega ekki bara, sko, ég er ekki bara að fara í hvað er heitt og kalt í tísku, heldur bara í, þú veist, lífin. Nú, ok, þú vinnur ekki bara með föt. Nei, ég bara það sem er heitt og það sem er kalt akkurat núna, þú veist, whatever it is. Já, þannig að það, já, ok, gaman að því, þannig að það er ekki nættilega föt, ég fíla það. Og, já, hvort ætlar að byrja að segja okkur frá einhverju sem er heitt eða kalt? Ég ætla að byrja á heitt. Heitt, ok. Og það sem verður heitt í sumar, verður að ferðast innanlands. Heitt? Það er ekki þannig, ferðast innanlands. Já, ég held að verði ógstlega kós, ég held að þetta verði kóssumar, þess að verður meira bara eitthvað á puttanum, bara eitthvað að ferðast innanlands. Ok, þetta er líka ódýrara. Skoða landið, ég ránaði með það. Heyri, þá er ég með kalt. Hvað er kalt? Og það er Spátn og Portugal og svona glataði sóllandaferðir. Kalt? Þannig að sleppa því þetta árið? Já, ég held að það veri svolítið kalt í ár. Já, ok. Þannig að þeir sem eru að spá í eitthvað svoleiðis, hættið við það. Samkvæmt Hjödda allavega.
Herðu, já, fleira sem heitt okkur núna, það Hugleikur Dagsson. Sko, gæinn drepur mig hann svo fyndinn. Heitt. Já, þú ert aðdáandi hans. Hann þú veist, gæinn drepur mig. Hann sko, þessar teikningar hjá honum bara nokkru númerum og fyndnar. Já, hann enda snillingur. Hvað kalt? Herðu, ég hata að segja það, því að ég veit félagin, en þarna svona líkamsrættar lúðar eins og gils, það óbáslega kalt. Kalt? Ok, en þess að kalt á að vera í góðu standi? Nei, bara þú veist, þetta attitúd og allir pakkin, þetta bara eitthvað svo mikið dautt. Já, ok. Núna En nú, ert þú í toppformi? Hvað gerir þú til að halda þér í formi? Já, ég veistu hvað, ég bara labba hversin ég fer eða hjóla eða eitthvað, ég nenni ekki að vera bíl. Nei, ég skilði. Líka dýrt, bíl, hann kaldur? Já, bíll skítkaldur. Kalt, ok. Nú, fleira sem heitt, það vintage föt og second hand. Heitt, hvernig þá? Sko, bara svona gömul föt, tína úr fataskápum hér og þaðan, fara í þessar second hand búður og ná í þær. Já. Það mjög heitt í sumar. Ok, glæsilegt. Þannig að þó að sé gömul föt og þá þarf það ekki að vera hallarslegt. Alls ekki, það eiginlega bara því eldra, því meira awesome. Ok, það ekkert annað. Heyrðu, það að koma kalt miður. Já. Það rakspýrar og ylvötn. Ói. Kalt? Nei, ekki lægi að... Jó, en þú veist, of mikið að þessu. Hæ? Þetta orðið alltaf mikið, þannig að ég ákvaði að setja það í kalt. En byrju, það nú ekki verða að sé góð lykt af fólki. Nei, en þú veist, gefa okkur svona smá break frá því að drepa alla, sko. Já, ég skilji, ok. Heyrðu, það heitt. Já. Og ég ætla að segja að, sko, það sem heitt núna Apple-vörurnar. Já. Heitt. Það alveg algjörlega málið. Ok. Þannig það fer alveg rakleiðis í heitt. Já. Þú vinnur mikið með Apple? Ég bara með Apple, ég snert ekki neitt annað. Nei, ég skilji. Heyrðu, kalt. Já. So sorry, Eddie, en stórar útiháttíðir big no-no í ár. Kalt? Ok, svona eins og þjóðhátíð og annað? Bara allir sá pakki, nei. Hvað er það að gera þá í staðinn? Bara, þú veist, skemmtilegar útilegur, fara eitthvað skemmtilegur hópið saman, gera eitthvað, þú veist, eitthvað original. Já, eitthvað svona nýtt og öðru sem. Heyrðu, það sem heitt. Já. Cozy teppi. Heitt. Það nú þetta mjög heitt undir cozy teppi. Já, þú veist, þetta verða, þú veist, hvort þú setja að hekla þetta sjálfur eða hvað þetta gera. Þá verður sumar verður svolítið mikið sem cozy teppi. Bara fara eitthvað, hvað sem það setja teppi niður, setjast á það og hafa það cozy. Auðvitað. Heyrðu, svo þetta næst, sko. Þú veist, með ykkar Pitbull, Flowride, allt þetta drasl. Þá verður ég bara að segja alveg svo FM 957 cold. Nei, það náttúrulega ekki að segja kalt. Jú, þú bæðist með að setja hvað heitt og hvað. Já, en þarna bara, ég get ekki tekið mark á þessu rugli. Cozy teppi, Apple, vintage föt, Hugleikur Dagsson að ferðast innanlands, allt heitt. Og þú settir heitt á það. Og ég byrði að setja kalt á þetta. Nei, ég set ekki kalt á FM 957. En það verður svona kalt í sumar. Það verður svona kalt í sumar. Nei, við pössum upp á það að verður ekki kalt. Ok, þannig að ég hef búin að skrifa að FM 957 verður kalt. Já, þú færði ekki kalt þar. Ok. Heitt. Þetta var kalt. Heitt. FM 957. Kjöndi, takk ég alveg fyrir. Þetta var semst bara það sem heitt og kalt. Það semst að ferðast innanlands. Ok, glæsileg. Hugleikur Dagsson. Alltaf gaman að fá þér. Apple, Rás 1 verður líka svolítið heitt í ár. Það ekki það. Þannig og cozy teppi. Og vitið það, kæri hlustendur, þetta var heitt og þetta var kalt. Hér eftir örskamastund ætlum við að fara yfir stóra Subway skandalinn. Það líka Enginn segir og flottalagakeppnin. Talandi flottalagakeppnina, þá þetta lag í miklu uppáldi og það líka sömmerið þessu, Jay-Z, Young Forever. Þennan 5. daginn, 4. apríl og bara sumarið á næsta leiti. Við ætlum að fara hér í Subway skandalinn eftir örskamastund, en fyrst komið að dagskrálið sem heitir Enginn segir. Hvernig líst þér það, Hjörður? Mér líst alveg sérstaklega að vera það. Er það ekki? Jú. Þannig að velja hérna þau bestu og ég fann nokkur sem að ég hefði gaman að. Og við ætlum að byrja hér á Guðmundi Gíslasinni, mér finnst hann með eitt gott hérna. Hvenær kemur næsti pottjadiskur út? Enginn segir.
Ég get alveg sagt þetta. Það var mikil spenna fyrir þessu samt þegar ég maður þegar Pocket 1 kom út. Ég var alveg til í nýjan Pocket 1 nú og hafa hann bara í bílnum og láta hann rúla, sko. Já, Torfi Jökull, ég reyndar alveg sammála honum hérna. Máka JT ekki með þetta. Enginn segir. Justin Timberlake, hann með þetta. Og svo hérna smá leiðind út af landsliðinu í gær. Ég ætla nú ekki að vera elda það. En, Það voru ekki að vinna í gær, eða? Jó, það voru verið að rakka niður hérna svona leikmenn. Djúvillig nýji Pepsi-boltinn geðu ykkur. Enginn segir, Aron Elís með það. Ég hef aldrei séð mikið væl og hérna út af einum bolta. Það líka mjög eðlilegt. Þú veist, þetta væri svona svipað eins og, þú veist, ég veit ekki hvað. En hvað, þessi bolti svona rosalega vondur, eða? Bara svona bensinstöðut út. Já, ok. Og hvað, af hverju það að vera að fara að nota þetta? Það voru bara gæjar sem að sparki ekkert í bolta sem völdan, sko. Nú, það bara þannig. Svo það hérna, Bjarki Már, hann greinlega ekki hrifinn á þessum dagskrálið því hann segir enginn segir skemmtilegasti dagskrárliðurinn í FM 95 blöð, enginn segir. Það kallast KO. Já, takk fyrir það, Bjarki. Gaman að heyra. Svo það Viðar Ingi, Váka Gaurar skinny jeans sjúklega kallmannlegir, enginn segir. Og svo hérna skinny jeans, eða ekki, sem að koma niður líka svona á kálvan. Já, og þú ert ekki að vinna mikið með þröngar gallabuxur eða það, Hjörvar? Þröngar gallabuxur? Já. Ég fann upp þröngar gallabuxur. Nú er það þannig. Þú hefur aldrei séð mig, eða? Mér finnst þú ekki öll í þröngar gallabuxum. Er þetta ekki nógu þröngt fyrir þig, eða? Rólegur. Jú, þetta mjög þröngt. Ég best afsökun að þessu. Svo Andri Bjarnason, mér finnst hann með mjög gott hérna. Djöfull spennandi að sjá hvernig næsta David James frétt verður. Enginn segir. Það ósamlega þessu, þetta bara frábært að búin að gæja. Já, það öllum á afgera. Helgi Arason, mér langar rosalega til Norður Kóru í sumafrí. Enginn segir. Ég var alveg til í að koma til Norður Kóru. Ekki kannski í dag, eða? Ekki í dag, nei, það þarf að róa aðeins mannskapinn. Já. Ætlum við ekki að þú veldir þetta alveg með heyri í honum hjá réttir. Já. Ég pínur hættu við það. En það eru tvær hérna eftir, mér langar ekki annan bjór, enginn segir. Og svo eitt hérna sem ég var alveg sammála, Váka mér langar í annað páskaegg, enginn segir. Þegar þú ert búin að geta eitt páskaegg, þá það síðasta sem að þeir hugsaðum að fá þeir annað. Það verði einhver ár síðan ég netta að opna með páskaegg, þannig að ég veit ekki. Það segja mig það að súkkulaði sjúklingurinn Hjörvar Hafliðason ekki fengið sem... Ég er ekki súkkulaði sjúklingur. Þú sagði mér ekkert mann að þú færi sérstaklega með það inn í ískáp og kæli það og... Já, ef ég myndi fá mér. Ef þú myndi fá þér, já, ok. En þú ert með fullt að aðferðum við að fá þér það. Ég fæ mér ekki neitt. Er þetta orðin það harður í köttinu og leifir þér ekki svona páskaegg? Ég hef ekki getið páskaegg í svona 10 ár. Það er ekkert annað. Ég hef ekkert gaman að þessu páskaeggjum. Ég hef bara köpt með frekar ég hef ekkert gaman að þeim. Ég er ekkert eitthvað heimaskelli hlæjandi. Finnst þetta ekki gott að hverju það að geta þetta? Þetta er alveg gott. Nammin eins og gott líka um það. Þetta er eins og með hann á þorramatinn, sko. Ég snerti hann ekki eldur, sko. Nei, þar eru við sammála. Ég kem ekki nálægt honum. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo það Subway-skandallinn og flottulega-keppnin og fleira. 1 hour ago, London was completely destroyed. FM 957 kynir stórmyndina G.I. Joe Retaliation 3D. We only have 24 hours to stop the next attack. Einn flottasta spennumynd ársins með Bruce Willis, Dwayne Johnson og Channing Tatum. Let's get to work. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 4. apríl. G.I. Joe's, let's get to work. Fylgstu með á FM 957 og þú getur unni miða. G.I. Joe Retaliation 3D frumsýnd 5. apríl land allt. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragðað á möguleikunum. Túborg kynir krabbugöld á bara 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði eða bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 réttaði velgiðan, 1x2, við tippum. Túborg og Smirnoff kynna Tiny Tempa, Far East Movement, DMX, Outlandish, Rudimental ásamt 100 öðrum erlendum og íslenskum atriðum á Keflavík Music Festival 2013. Tryggðu þér miða á miði.is eða á N1 allt land. KeflavíkMusicFestival.is. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarðin Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 10.11. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. Á
föstudagskvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það frítt inn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasnóra 1, Kópavogi. Ha! Málsættir eru bara fyrir linsoðin páskaegg. Nissa páskaegg. Litrík á bragðið. I know you want it, Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson á stöðinni FM 957 og já, Hjörvar, við ætlum að ræða núna það sem að við viljum meina að sé stóra Subway-málið. Já, skandallinn sem allir er að tala um núna út í bæ. Já, mér finnst þetta allt og lítið fjallað um þetta ef ég var alveg hreinskilinn. Já, ég skal trúa því, en svo við kannski komum hlustendum. Já, þeim örfáu sem hafa ekki verið að fylgjast með stóra Subway-skandalnum, þá er búið að reka Jón Gunnar Geirdal sem Subway-röddina. Nonni Tattoo, a.k.a. Nonni Plug, JGG, er ekki lengur Subway-röddin. Sem er fáránlegt, maður var orðin svo vanið, þetta var svo þægilegt. Bátur mánaðarins skinkubátur. Já, bátur mánaðarins, túnfiskbátur. Hann gerði þetta svo hrikalega vel. Hrikalega vel og maður var eitthvað bara, alltaf var að keyra á einhvern annan stað og svo bara eitthvað, túnfiskbátur. Já, þá hugsaði, ég borði ekki eins og túnfisk, en mér langar í hana. Já, út á röddinni. Út á röddinni og þetta er, ég skil þetta ekki og það sem er líka svo ógæslegt við þetta allt saman er að maðurinn sem hefur tekið við á honum er enda stórkostleg mannveru og heitir Jóhannes Ásbjörnsson. Já, Jói Hamborgari. Jói Borgari, eins og margir kalla hann. Hamborgari Jói. Hamborgari Jói. Hann er eitt besti vinur Jókunnars. Þeir eru búin að vera vinir í mörg ár. Hver gerir svo? Hey, when it comes to money. Er ekki til þetta sem heitir vinskapur þegar það kemur til það bling bling? Já. Þegar það kemur að money, þá er engin vinir. Já, er það þannig? Manstu þegar ég sagði við í New York þegar vorum báðu pínu fullir, ég sagði við, eitt sem ég ætla að kenna þér, veit ég, cash is king. Já, þú kendi mér að cash is king. Já, það er bara þannig, cash is king. En byrju, er cash það mikill king að hann bara getur eyðilagt vináttur? Já, það er ekkert eyðilagt fleiri vináttur, jú, kannski konur, milli kalla. Og svo cash. Svo er það cash. Já, þetta er hrikalega leiðilegt. Það er bara þetta tvennt sem getur komið upp á milli kalla. Það er konur og cash. Cash is king. En ef við ekki að ringi Jón Gunnar og svona, ég veit að hann á eftir að þykjast vera brattur. Nei, þetta er bara að hluta þessu eitthvað. Ef við ekki aðeins að... Hörru, nei, við vorum nú löngum búin að tala. Aðeins að hlera hann bara þegja. Já, bara, við fáum hann bara til að segja það sem honum finnst. Svo vona að svara bara hérna. Ætli þetta tengist einhverja lemon eða? Já, við þurfum að bara, við verðum bara að fá að vita hvað er frétta. Það gæti verið að því að hann var að opna sín eigin samlokastað. Hvað vil ég því? Nei, JGG. Jónsi, ég vil bara cut the crap og fara beint í máli. Við erum að ræða stóra Subway-skandalinn. Stóra Subway-skandalinn, ákvöndu með það. Hvernig hefur það, Jónsi? Verður nú bara reynskilinn? Mækiska, eru þið snillingarnir? Nú þurfa Hallir í frí, er það ringi með því að, hvað, ég hættur að lesa bát mánaðarins eða? Hvernig líður þér, Jónsi? Verður bara reynskilinn? Er það stóra málið það? Nei, það er allt vitlaust, maður. Hvað hérna, getur þú sagt okkur þína hlið að þessu? Já, þetta er alltaf bara hrikalegt mál. Hvenær ertu látið fara? Hvenær færðu að vita þetta? Að gull barkinn sé ekki að lesa bræðingin, sko, það er bara skellulegt, sko. En hvenær fréttið þú þetta fyrst að það ætti að skipta þér út? Ég fekk veður af þessu. Nei, mongolítar, ég fekk náttúrulega bara símtal og málið dögt, sko, þetta var nú ekki flókið. Fékkstu ekki tölvupóst eða eitthvað undan eða varstu búinn að frétta af þessu eitthvað út í bæ eða fékkstu þetta bara blákalt í andlitið? Ykkur er ekki alvar, sko, er þetta útastefnið eða? Hvenær færðu símtal? Þið erum ænginir í alvörinu, veist. Nei, hérna, og hvað þýðir þetta eins og fyrir þig? Þetta er bara tekið tap upp á miljónir, þið getið ekki ímyndið eitthvað Subway sem bara global branda, hérna, Gullbarki missið þann samning, þetta er hrikalegt. En segðu okkur eitt, af hverju færðu stígvili? Er það út af lemon að þú ert með þinn eigin samlokastað? Já, ég gef mér að það sé kannski tengingin, sko. Það var ekki sagt í símtalinu? Ekki það hérna Burger King er að lesa fyrir pizza, en ég meina, svona er þetta bara. Já, algjörlega, sko, því að núna er Jóhannes, sko, Ásbjörnsson búinn að taka við þínu jobbi og fá það cash sem að þú varst að fá. Núna er hann að fá það cash. Já, þannig að Burger Kings er að lesa fyrir Subway og Domino's, sem er svolítið skemmtilegt. Já, ég er að segja það. Og hvernig, þú veist, bara hreinskilin, hvernig fór þetta í þig? Þetta fór bara fínt í mig, gamli maðurinn er silkislagur, alltaf gaman að fá símtal frá Latta og nýja vinnunum, sko. Ég get ekki þetta, ég missi mikið svefni yfir sen, hérna, bara búið gaman að lesa fyrir við minn á skóla og Subway sem er snill. En nú hafið þið Jói lengi verið vini, Jónsi?
Já, það sé vínarslítið það. Það væntanlega ekki þannig í dag. Ekki séns. Hvað viltu að þeim sem að þykir væntu við gera? Viltu að við sniðgöngum staðinn eða eigum að halda frá að borða þarna eða hvað viltu? Nei, það er ekki sniðgangi ekki söpum, það byrju fyrir þér. Það er ekkert í það. Ok, við hefum bara pæli... Það er enga stórkostar aðgerið sko, þó að gamli lesi ekki báðum. Okkur langar bara... Sína stuðning. Bara sína þér stuðning, að þú ert vinnur okkar. Það sem ég mun sakna mest eins og það SMS frá snillingu sem ég þekki sem actually spurja mig hver bátum mánaðarins sé eins og ég sé bara að kvikna upp á hverjum degi sko. Það staðans að nút, já, ef fólk að spyrja bara hver bátum mánaðarins? Já, ég fæ svona SMS gamli, hvað bátum mánaðarins? Bara ég sé með það kortlagtur frá mig. Það mun ekki sakna þess. Jón sé að lókum verður til að enda þetta þannig með að segja okkur að túnfiskbátur sé bátum mánaðarins? Bátum mánaðarins túnfiskbátur, aðeins 349 krónur. Maður mun sakna það saman. Alltaf fett. Takk fyrir að vera true sport. Ætli þá ringi Jóa Áspjörs núna hér eftir það. Það er ég að búast til fleiri síndunum frá Við ætlum bara aðeins að Comedy Central. Við ætlum að heyra hans í honum og spyrja hann bara hvernig honum líði og hvort það sé bara hvort að menn gera allt fyrir peninga. Það er bara þannig. Takk æðislega fyrir takk fyrir þetta Jónsi og takk fyrir að vera hreinskilinn með okkur. Já, þetta er yndislegt. Takk fyrir að vera þú. Ekki að láta þetta baka. Bye. Já, hann var nú bara brattur strákur. Já, hann bar sig ágætlega, þú veist nú alveg hvernig þetta er. Já, þetta er erfitt. Hann er ekki svona harður, við myndum hitta hann bara. Nei, ég meina, en you gotta put up a brave face, sko. Já, ég veit það. Við skulum fara hér í örstuð lag og svo heyrum við í Jóa Áspjörs. Fáum hans lið á oss. Halló? Er það Jóhannes Áspjörsson? Síðast ég vissi. Komdu sæll og blessaður Auðun Blöndal og við hliðina með situr Hjörvar Hafliðarsson. Já, blessaður. Er ekki við hæfið að byrja að óska til hamingju? Ég veit ekki, hvað nú? Ekki við hæfið? Og lítur að ránaða með sjálf og það? Býttu, hvað gef ég nú? Ég held að veitum alveg okkur að hringja Jóhannes. Við höfum verið að fara hérna yfir stóra Subway-skandalinn. Nú kem ég alveg að fjöllum. Já, ég er ekki hissað, þú ert nú ekki lengi að... Já, ég ætla að vona að hérna og stingi mig ekki baki þetta en... Hvernig fílar þið sem nýja röddinn? Já, Subway-keðinar. Já. Já, þetta, hvernig fílar þú þetta? Það er nú nærtækast að spyrja þig að því, ef maður ekki bara, ekki bara ágætt. Ég var nú ansið vanur annari röddu sem að þú kannast nú við sjálfur og... Já, sá maður hélt nú að þú væri vinur hans. Hver var að lesa Subway? Ég var bara ekki alveg klárað því. Þessi var helviti góður, Jói. Þú veit allir hver var að lesa fyrir Subway, en þetta er Jón Gunnar Geirdal. Það segir það. Mér finnst ég bara að gera þetta helviti vel. Hvað finnst ykkur þetta? Já, en þú svo sem gerir þetta ágætlega, Jónis, en nú er Jón Gunnar með 2 börn á sinni framfærslu. Hvernig finnst þér að taka starfið á honum? Stöðir annars brauð, sko. Ég á 2 börn sjálfur, sko. Já, það er svolítið fyndið að segja eins og stöðir annars brauð og við erum að tala Subway, en oft hefur verið sagt að cash is king. Skiptir cash meira máli en vinátta? Nei, ég borðaði nú samloku með Jóni Gunnari fyrir bara rétt um 2 dögum síðan niður á Lemon, sko, þannig að það er ekki fyrir okkar vinskap. Ertu búinn að tala við hann eftir skandalinn, eða? Nei, það er ekki búið að vera neitt svona walk-off raddana, en kannski að það verði einhvern tíma. En hvernig til dæmis eins og hann gerði túnfiskbátur? Já, hann tekur svolítið blástur í þetta, sko. Já, túnfiskbátur, sem er mjög flott og kom ríkalega vel út. Hann gerði ákveðna málísku legendary á sínum tíma á FM. Það er fráblásturinn í loka atkvæða, samanber Here næst Britney Spears og hann er beitti og spart og það er náttúrulega bara mjög flottu stíl og ekkert allra. Segð þú túnfiskbátur? Túnfiskbátur? Þú segir það svolítið bara eins og Kári Stefáns. Þetta er öðru sem blæri á þeir, en við ætlum bara að tjekka, Jói. Mér finnst þetta ekki gott, mér finnst þetta skrítið. Mér finnst þetta skrítið eitthvað. Strákar, þið trúið nú ekki að þið séu að fara að peppa upp einhvern ríð á milli gamall og nýra Subway-radda. Nei. En nú eru við góði vinir, Jói, ég og þú. Já. Ertu að fara að stinga mig í baki þetta en líka ef að þú græðir eitthvað smá peninga? Ertu með eitthvað lestrarjobb sem ég get tekið að þér? Ég vissi ekki til þess. Ertu að lesa eitthvað? Nei, ég náttúrulega horfir Ég veit ekki hvað ég á að taka að þér eftir vinnu. Ég myndi... En Þið eru kannski búið þátturinn minni eitthvað? Nei, Jói, þetta horfir náttúrulega öðruvísi við með Auðun af því að náttúrulega Jón Gunnar náttúrulega með 2 börn á sinni framfærslu. Já, vissilega. Ég játa það. Ég var ekki búinn að hugsa út í það. Enda held ég að
Þetta var nú ekki með þeim hætti að Jóhanni Gunnari hafi verið sparkað út, sko. Bara verða breytingar á öllu og maður breytir sig á þessu, samlokunum. Já, frábært. Við óskuðum góðs gengis bara í þessu. Við verðum í bandi kallið minn. Bara gangið vel. Gangið vel. Þetta var Jóhannes Ásbjörnsson og það er gaman að menn geta að hleyja þessu hjörvar. Já, hann sagði að einsmannsdauði var í annars brauð en mikið óbúslega það. 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke-keppni í háskólana. Úrslitakvöldi fer fram næstkomandi 50-dagskvöld í Stúdentakjallaranum. Kynnar kvöldsins eru Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Það verður gríðarleg stemming þegar helstu háskóla landsins etja kappi í karaoke-keppni háskólana. Aðalvelun kvöldsins eru hvorki meira en minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Allar nánar upplýsingar að finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir karaoke-keppni háskólana í samstarfi við Túborg og Doritos. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Túborg kynir kreppugöld á Bar 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Það er alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is. Á föstudagskvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það er frítt inn. Vorútsala hafin í Smáralind. Rýmum fyrir nýjum vor- og sumarvörum. Komdu og gerðu góð kaup. Sjáumst, Smáralind. Ein stærsta leikjavörudeild landsins í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Boli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Já, meiri segja Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli Léttöl. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Það býða þín gríðarlega mikilvæg skilaboð í næsta Nissa-eggi. Nissa páskaegg. Litrík á bragðið. Rauti blöð og Hjöppi K í FM 95 blöð. Það er hárrétt, það er Rauti blöð og Hjöppi K hér í FM 95 blöð. Hjörvar stökk hérna aðeins fram en veit ekki alveg hvað hann að brasa. En það er, ég er svo streið þetta. Það getur verið svo vant. En ég ætla að heyra hérna í Kim Jong-un. Og það er ekki margir sem hafa fengið viðtal við hann. Hann er náttúrulega mikið í fjölmiðlum þessa dagana, búinn að hóta árás á Bandaríkjamenn og hann er hérna á línunni. Ég fekk sendt númerið hans. Þetta er eitthvað sem ég vildi ekki fara í sjálfur. Hello. Yes, hello. Hello. Hello, is this Kim Jong-un? Yeah. Yes. Hello, and thank you for taking our call. No problem. Okay. What are you doing right now? Now I'm making a bomb. Okay. I like make a bomb. Are you gonna hit... þetta er ekki hægt, þetta er bara versta hugmynd sem það fengið. Ég get ekki gert þetta. I bomb United States. Ekki eins og ég reyna þetta hér. Þetta er bara off. Þetta er alls ekki. Góðum fara aftur. Ég make... Nei. Ég er mjög góður að leika svona... Nei, þú ert ekki góður í og Pétur Jóhann, hann var flottur sem tong en þetta var bara vond hugmynd frá A til Ö. Mér leið illa alveg frá því og röltir hérna fram og þar til ég hringdi. I make explosion. Nei, þetta er bara ekki, þetta er ekki að gera sig. Það er alveg sama hvað reynir þetta oft, sko. Það er ekki minn. Skokka inn. Já, kæri hlustendur, ég byggðist afsökun á þessu. Hann er að detta hér aftur inn, hann hoppaði nú ekki langt. Þetta ég hef einhvern veginn vissi frá byrjun að þetta er ekki gott. Blessaður aftur, Hjörvar.
Var þetta ekki í ganga? Nei, þetta var bara ekki alveg nógu gott. Ok, mér finnst það mjög góð hugmynd þegar ég fekk hana. Já, en hvert ætlaðu með þetta? Eitthvað, ég væri, já, þú veist, að sprengja Bandaríkin. Já, og ég vissi ekki hvað þetta spurði það, þetta var bara eitthvað svona rasismagrín eitthvað svona. Rasismagrín? Nei, þetta var ég að herma eftir Norður-Kóreu. Já, það má ekkert lengur í dag. Tong var, úthúðað sem einhver rasisti. Já, nei, það var ósmekklega vegið af asísku minnum mínum. Við getum allir verið saman á það Nú, hvernig þá? Og við vinafélag Asíubúa heldum krísufund. Já, en var þetta eitthvað öðru í sig? Já, þetta var að gera grín á Norður-Kóreu, það er allt annað. Nú, já. Það má, sko. Það er ítmenni. En var eitthvað, ég vissi ekki alveg hvert ég átt að fara með þetta, sko. Nei, þú átti bara að vera fréttamaður og tala um mig, sko, og ég er Kim Jong-un og ætla að fara að sprengja Bandaríkin. Já, en það er enda, sko, Kim Jong-un er ekki að merkilegur á pappi sinn. Kim Jong-il? Já, Kim Jong-il. Það er sem sagt besti gólvar allar tíma. Spila á 38. parinu sinni og stjórnaði vist veðrinu og leina, það var eðal maður. Já, hann sló líka í gegn í myndinni hérna Team America, World Police. Já. Geðveik mynd. Fyrir allavega sem hafa ekki séð hana, því ég ætla að drulla ykkur út á vídeolegu og taka Team America, World Police. Já, hvað er svona, talandum að fara út á vídeolegu, hvað er svona þín, ef þú ættir að segja bara eina mynd, svona úr æsku sem að stendur svona upp úr. Sem ég vil að allir krakkar. Já, það er bara svona úlingar á þeim aldrei sem þú horfður á hana, sem bara er verið ykkur 15-16 ára guttar að hlusta núna. Já, mynd sem að því allir að horfa á strókar, eða stelpur líka. Já. Það er að sjálfsögðu The Last Boy Scout. Ég var að hugsa það sama. Já, Last Boy Scout það er úlingamyndin frá því ég var gutti, sko. Já, svo fyrir svona strákar sem er svolítið svona fyndnir og sníður svona kringu tvítugt, þá mæli ég með Basketball. Basketball, já. Hún er ógeðslega fyndin. Já, hún er ekki að blöð fyrir mér og Last Boy Scout. Og fyrir harðhausa sem er að núndi, þá er það Tango and Cash. White Man Can't Jump. White Man Can't Jump er frábær. Hún var stórkostlega á sínum tíma. Allar myndir með Steve Martin eru fyndar. Hann er ógeðslega fyndin. Já, Planes, Trains and Automobiles. Það er kvikmynd sem að bara... Já, en vannmettasta myndin hans er alltaf Sergeant Bilko. Já, fannst þér hún svona góð? Hún er ógeðslega fyndin. Hvað varð Damon Wayans við minn? Damon Wayans, ég fór uppistand með honum í New York 2010. Já. Hann er eitthvað bara farin að hanga með Obama og eitthvað hannig. Já, ok, var hann ekki fyndin eða? Jú, hann var nokkuð fyndin, sko. Hann var aðalega að tala með að þeir eru svo miklu vinir hann og Obama. Já. Þannig að Hann var náttúrulega í Last Boy Scout og Major Payne og fleiri myndum. Jú. Og hvað hétt hann annað þegar hann var superhetja? Blanket Man eitthvað? Já, Blanket Man eitthvað. Já, hún var fín, sko. Svo var einu sem mynd, svona 93 eitthvað sem hétt Greedy. Með Michael J. Fox. Já. Sem fjallaði sko bowlingspilara. Já. Sem þurfti síðan að setja $1 million skotið og mistaði lærið á sér. Svo náttúrulega má ekki gleyma Kingpin. Það var eitthvað sem er ekki segja stórkostlega. Meira áttar en er það bara mín tilfinning. Það var verið að gera miklu skemmtilegri myndir í gamla dag. Það er góð spurning. Það er annarkvæmt það að við erum bara eldast sko. Eða þá það að, þú veist, líka ákveðum aldrei gera eitthvað svona léttar, ljúfar og kátar íslenska myndir með svona ungu fólki og ákveður hvernig fæ ég að sjá bíómyndina sem þú varst að fara að gera þetta með leynilögguna? Þurfum fáum styrk. Ákveður er hún ekki styrkt? Það er verið að styrka einhverja draugamynd með latta? Já, ég er reyndar ekki búin að sjá hana. Nei, ég er reyndar ekki búin að sjá hana, ég nenni ekki að sjá hana. En svo var einhver mynd af Frost sem ég sá. Já. Ég er mest nice guy, ég var valinn the most nice guy in the world. Nei, þú var aldrei verið valið það. Ég var valið það, Time Magazine. Það er eina skipt sem ég svona, ég held ég verði að drífa mig út í bíónu. Já, þú var ekki nógu góð Frost. Og það er, þú veist, the nicest guy on earth. En þú er náttúrulega átt að því að það er líka misjafnt smekku-fólk. Þú hefur kannski áhuga að sjá leynilögguna því út vinnu minn. Það fannst öllum Stelli Ólofi skemmtileg. Já. Hún er skemmtileg mynd. Það fannst öllum Veggfóðu skemmtileg. Íslenski draumurinn. Sódóma Reykjavík. Íslenski draumurinn. Maður eins og ég. Já. Þetta er svona skemmtilega myndir. Það komið tíminn til að gera einhverja skemmtilega mynd. Já, trúðu mér, ég væri til að gera leynilögguna. Ég myndi elska það ef þú fengir þessa bíómynd í gegn. Já, þú er ekki einn með það. Fáum hér eitt gamalt og gott með One Republic, svo er það lagið á leiðinni heim. Bowfinger er líka góð. Bowfinger er fín, Steve Martin er legend. Secrets. Og já, talandu leyndamál, Hjörvar, áttu mikið að leyndamálum? Já, þú voru að tala í mikrofónin. Hvað er þetta, fyrsti þátturinn? Já, þú ert mikið að leyndamálum. Er þetta fyrsti þátturinn? Hvað er þetta, fyrsti þátturinn? Jú, það er tölvustæðum. Já, er hægt að treysta Hjörvari Hafliða sinni fyrir leyndamáli? Nei. Nei. Ég segi, ef þú myndir segja mér eitthvað núna, þá myndi ég ringja beint í Rikki.
Já, Rikki G nú mættur hann og þeir ekki að ringi hann. Nei, ok, en víst hann hérna, en því að við erum svona 9 besti vinnir. Þú og Rikki? Já. Við erum með svona pakt á milli hvers annars. Ef einhver segir okkur eitthvað í trúnaði, þá segjum við hvora öðru það. Já, það nefnilega hættulega við leyndarmál og ég held að ég sé ágætur að halda leyndarmál. Já, ég segja reitt. Það þegi við leyndarmál. Ef að félagin á kærustu og konu, þá aldrei segja hann neitt. Það eru bara ótrúlegi ræflar, sko. Nei, þeir fara alltaf að segja þeim alltaf. Konunum? Ég meina, ég hef átt konu, ekki fór ég með leyndarmál í hana. Jú, maður fekk að margótt í bækið eftir að hafa sagt þér eitthvað, sko. Já, einmitt, þessu var helviti góður. Síðasta skipti sem ég segi Auðunum Blöndal einhverju trúnaðarmál hefða, sko. Ég get alveg þakkað við leyndarmáli, sko. En það sem hættulegt með leyndarmál, það þegar þú tekur, og þið langar rosalega að segja einhverjum, og hver hefur ekki sagt þessa línu, herru, ok, ef ég segja svolítið, þú verður að lofa með því að þetta fer ekki lengra. Og þá kemur bara, hvað er þetta ruglað, þetta fer ekkert lengra. Svo segir hann einhverjum og hann lofar að þetta fara ekki lengra. Já, hann saði mér þetta þannig og ég mátti ekki segja neina það. Já, ok, segðu mér þetta. Ok, hann sem sagt bara með eitt eista. Já, það er leyndarmál. En ég samdi eins og en texta leyndarmál. No. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. Þú samdir ekki þennan texta? Jú. I hear the secrets that you keep. Veitu, hvað ertu að gera? Ég reyna að muna hvað lag þetta er. Ertu að retard eða? Nei, ég reyna að muna hvað lag þetta er. Þetta er bara texti sem ég samdi og ég á ennþá að sem er lagið kringu það. I hear the secrets that you keep when you're talking in your sleep. Þetta er einhverju lagir ekki? Talking in your sleep. Já, I hear when you're talking in your sleep. Já, þarna kom það. You tell me that you love me. You tell me that you need me. En það komið að lokum hér hjá okkur í dag, kæru hlustundur. Þetta var svona svo þátturinn hjá Hemma Gunni, hvað hétt hann á söngþátturinn? Það var lagið. Það var lagið. Eru aldrei liðið að nýtla inn í sjónvarpsþætti þegar ég mætti þangað. Ekki það að þátturinn var góður og Hemmi Gunni náttúrulega æðislegur, en ég bara kann ekki að syngja og ég var með Dadda leikara, þá þekktust við ekki, til svona 8 ár síðan. Og ég svo mikill keppnismæður, þannig að ef ég sá lagið, þá byrjaði ég að syngja og það var svo óþægilegt og vond Öddi, ekki drepa okkur, það veit allir út í bransanum allt það. Hver er Daddi leikari? Kjartan Guðjóns. Kjartan Guðjónsson. Hann kallaði Daddi? Já, það veit það enginn, sko. Já, ok. Ég held að hann væri nú bara að kallaði það. Hvað heldur þessi að reyna að vera töff hérna með að segja Daddi? Þetta er refsulegt í Hjörvar Hafliðarsson. Ég er búinn að vera það mikið bransa, men ég kalla þetta lið bara, sko. Hvort kallar hann Kjartan Guðjóns eða Dadda er ekki? Ég kallar þetta bara Kjara Guðjóns. Kjartan Guðjónsson, þú veist, hei, Daddi félagi minn. Daddi leikari? Ég og Daddi leikari vorum hérna aðeins hérna. Sem betur fyrir þátturinn að vera búinn því að Hjörvar Hafliðarsson er orðinn svo leiðilegur, ég get ekki verið með honum í stúdíónu mínútu lengur. En við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinni heim. Ég minni á 2 harða á morgun. Það verður enn ein veislan sem að við bjóðum upp á þá. Og endilega tekja því. Rikki G er mættur hérna og hann verður með okkur til 9 kvöld. Takk kærlega fyrir hlusturinn í dag. Vonandi höfðu þið gaman að þessu. Heyrumst á morgun. Lagið á leiðinni heim er í miklu uppáldi af mér með hljómsveit sem heitir Audiosleif og lagið heitir Like a Stone. Þetta er gamalt og gott. Og ég ætla að keyra eins langt frá Hjörvarinn og ég get. Hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Föstudagskvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það er frítt inn. Byrjar ekki með gabbi, heldur 6,1 milljarði. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Ertu með málsátta óþol? Þá er Nissa-egg eitthvað fyrir þig. Nissa páskaegg. Litrík á bragðið en engin málsáttur. FM Topp tónlistarstöðin. The things we used to do